sæl, við erum mætt á Þórsvöll til að fylgjast með derbyleik Þórs og KA í öðrum flokki. Ástæðan fyrir að við erum hérna því að meistaraflokkur KA kemst ekki við Pepsi, þannig við fáum engan derbyleik. Það mikil stemming hérna fyrir þessu leik og við ætlum að fara að tjekka á hljóðinu í mönnum fyrir leik. Hvað líst þér á þetta verkefni? Bara mjög vel eins og fyrir alla aðra leiki, bara spennandi. Og það ekki alveg klart að þú ert að fara að skora? Það bara komið í ljós, ég hef ekki riðið gólan undanfarna leiki en það bara vonandi kemur í dag. Hvernig líst þér á verkefni? Bara mjög vel, þetta alltaf gaman. Hvað heldur þú að vera gröðspildi í leiknum? Sjáum til, maður verður að reyna að halda niður sér svona grindinni sko. Maður má ekki vera ógróður. Hvað heldur þú að vera mörg rauðspildi í þessu leik? Það kom allavega neitt. Og hvernig fer leikurinn? Við vinnum. Ef þú þurftir að setja 100 skall á hvort lið myndir þið setja á? Ég má ekki veðja okkur, en get ég gert það. Ef þú þurftir að setja 100 skall á annað hvort lið myndi það vera? Auðvitað ekki setja á okkur ef ég hef ekki trú á verkefni að væri ekki að spila hann leik. Og nei, það sjálfsögðu ekki, en af hverju ert þú ekki búinn að spila leik með meistaraflokki Pepsi í sumar? Það bara aðrir menn að spila sem eru færir en ég í verkefnið og það verður bara að gefa balla að hann er búinn að velja liðið vel, en það verður komið 10 steg eftir ekki 8 leiki en við erum á pari bara held ég þar og ég held að sé engin tilgangur í að breyta liðinu eitthvað núna. Þetta er nákvæmlega slag, býstu við miklum hasar? Auðvitað, það er alltaf hasar í þessum leikjum. Hvernig fer leikurinn? Herri, þetta fer 3-0 fyrir KA. Ég ætla að segja 10-0 fyrir KA. 3-2 fyrir Þór. 6-0 fyrir Þór. 7-0. Heldur við munum sjá mörgur rauðspillina í dag? 3, minnstakosti. 2. Held að Jónas var rautt. KA fær ekki neitt rautt. 3. 1. Hver færa? Jónas. Heldur að munu koma einhver rauðspjöld? Þetta eru bara settlegir strákar, ég hef ekki trú að vera neitt fætingur í þessu. Hvernig fannst þér þínum menn spila í kvöld? Klárlega ekki nógu vel. Töpuðum þessu leik og bara klárlega vann betra lið í dag. Það er ósköp einfalt. Man er bara hamingju með þetta kána. Við spilum bara ágætlega svona framan af sko. En við svona mistum aðeins hausinn í stórum svona partí í fyrri áleik en allt í lagi. Fengum 2 færi og skoruðum. Já, svona þetta er náttúrulega alltaf derbyleikir og mikil harka og læti í gangi, þannig að það er hausinn sem skiptir mestu máli í svona leikjum og það er ljóst hvar hann var rétt skrúar á í dag. Hvernig undirbjugguð þið liðið fyrir svona risaleik? Bara eins og venjulega sko, það er rauninni ekkert öðruvísi. Hvernig fannst þér dómgæslan í kvöld? Ég kvarta ekki yfir henni, þetta var bara hörkuleikur og jú, það er alltaf einhverju dómar sem að maður er ósáttur við en þetta féll ekkert með því. Hvernig fannst þér dómgæslan í kvöld? Hún var alveg íðislega. Og hvernig er síðan að þjálfa þessu gríslinga? Það er mjög krefjandi og en gaman og þetta er svolítið nýtt fyrir mér en ég náttúrulega þjálfaði því fyrra en já, ég nýt þessi bótt þó ég sé ekkert rosalega ánægður í dag. Það er alveg handónýtt með þetta, tómi villsingar þarna. Nei, þetta eru fínir strákar, þetta er mjög góður strákar, það er mjög gaman að þjálfa. Restur er góður. KA unnið þennan leik 2-0, þeir voru bara einfaldlega betur og nýttu færi sín. Þetta er sportátturinn, þakka fyrir sig hér á Þórsvelli. Og við sagðum við erum komin í Sunnuhlíð. Við ætlum að kíkja hvað er að gerast hérna. Það verður ekki verið mikið að gerast það upp á síðkastið. Uppbyggingin er eitthvað að batna hérna og nú
er eitthvað mikið að gerast. Hvað eru kraftlyftingar? Kraftlyftingar eru íþrótt þar sem keppt er í bekkpressu, hnébeygju og reststöðulyftu og keppt er því hver lyftir mest í samanlögu í hverri grein. Hvað æfir þú sjálfur oft í viku? Ég er að æfa 6 daga vikunar og stundum oftar en einu svona dag. Hvenær var félagið stofnað? 1975. Hvað þarftu að gera til að byrja að æfa kraftlyftingar? Þú ert að koma námskeið hjá okkur, læra að lyfta. Hvað er að þyngsta sem þú hefur lyft? Ég á 297,5 í hnébeygju í keppnisbúnaði, 230 í bekkpressu og 300 kg í reststöðulyftu. Það er 807,5. Er þetta félag innan ISI? Já, við erum inn í ISI. Er bara hægt að stunda kraftlyftingar hérna? Nei, við erum með lyftingar líka og afbrunir. Hvað er svona skemmtilegt við kraftlyftingar? Þetta er bara gefandi íþrótt. Þú færð það sem þú leggur inn, sem er bein íþrótt. Og af hverju ætti fólk að pröfa kraftlyftingar? Bara ef fólk verður áhuga að vera sterkt og langar að pröfa, óhrætt við það bara. Haldið einhver mót? Já, búin að halda 8 mót þessu ári. Og erum með Norrlandamót núna í ágúst í lyftingum. Hefurðu orðið Íslandsmeistari? Já, ég hef orðið Íslandsmeistari, en ég hef sleppt núna 2 Íslandsmeistaramótum af því að annarkvort vegna meiðsla eða vegna þess að ég var að keppa á Evrópumóti sem var stuttu eftir og ég stemdi frekar á það. En hefurðu orðið Evrópu eða heimsmeistari? Nei, hvorugt. Ég keppti á núna 3 Evrópumótum og er að fara að keppa á mínu öðru heimsmeistaramóti, en aldrei unnið. Er þetta vinsæl íþrótt? Já, ég held að. Það er svona frekar rótgróin hérna. Af hverju hatarðu fótbolta? Ég hata ekki fótbolta. Ég er bara hrikalega lélegur í fótbolta og veit ekki, ég hef ekki gaman að horfa á hann eins og mér finnst gaman að horfa á flestar íþróttir. Færðu eitthvað borga eða styrki? Ég fæ styrki frá kraftlyftingafélaginu til að fara að keppa, en það samt næri ekki upp í ekki einu helminga að kostnaðanum með að fara í ferðir sko. Og svo fékk ég KEA-styrk núna á þar síðasta ári sem hjálpaði alveg helling. Myndirðu þora í sjómann? Við þig? Já. Já. Okay.